Daginn ég ætla að renna þess yfir þvottahúsverkefnið, hvað það sem við ætlum að gera. Verkefnið lítur sem sagt svona út. Þetta eru 4 skápar sem við búum til. Það er einn lítill skápur hérna við undir glugganum. Það er svona undirtækjaskápur sem er hérna og 2 háir skápar hérna við hliðina. Við notum svona borplötu hérna undir tækin, undir þvottarvélina og þurrkarann. Það er önnur borplata hérna ofan á og ein lítil hérna til hliðar. Við kíkjum aðeins á teikninguna af þessu sem er hérna svona. Og þetta sem við ætlum að gera. Hérna sjáum við grunnmyndina og hérna sjáum við það er skápur hérna grunnu við gluggann. Sjá kannski hvað þetta er nákvæmlega hérna. Við sjáum hérna yfirlitsmyndina og þvottarhúsið er staðsett hérna. Þannig að sjáum við erum með grunnaskáp hérna við gluggann. Svo kemur 2 skápur sem er 1200 mm langur. Þess að rúma 2 tæki, þurrkar og þvottavél. Og svo tóma 2 skápar 550 mm sikkur. Við sjáum þetta hérna. Og síðan hérna í endanum er sett sér satt falslisti hérna. Og reyndar hérna með líka, kannski sést svolítið illa hjá okkur. Undir þessu er síðan sökkull. Þessi hérna, sökkull hérna undir í nettingunni. Liggur hérna undir meðferðarskápunum og svo aftur hérna undir sturtaskápnum. Síðan er ég búinn að setja upp hérna lýsingu. Þvottahúsinnrétting, hún skápar og hvítri egg. Ég ætla að leyfa ykkur samt að búa til ykkar útlit. Ekkert endilega eltast við efni á mér. Þið megi alveg nota ykkar efni. Það er alltaf. Síðan tók ég hérna 3D mynd af þessu og ég sýni það líka hvernig við gerum það. En þetta er allavega verkefnið að útbúa þvottarhúsinnréttingu í húsi okkar. En